Herðu, ég var að fá skilaboðakerfinu á Facebook og ég ætla bara að leyfa ykkur að heyra þetta bull sem Óskar López var að senda mér og ég skal segja mínu skoðun á þessu bara þegar þið eru búin að heyra þetta. Jæja, Danny boy. I challenge you to a duel. Herru, sko, að því að þú ert með, vinningsformúluna til þess að vinna svona keppni sem við erum fara að byrja með morgun. Það er skora á þig. Heldur þú að ég ætla bara að leyfa þér að láta mig vinna þessa keppni svona auðvitað? Að það er í alvörunni, Danny, að leyfa bara hreppa hann 100 skall eins og enginn sem morgundagurinn. Eða, þorur í mig. Do you accept the challenge, boy? Let me know. Ok, Óskar, seinast þegar þú skoraðir á mig, það var level 10 og hvað skeiðist þá? Ég vann þig. Þú ert að skora á mig núna aftur og hvað heldur að gerist? Ég mun vinna þig. Já, ég er til í þetta og ég sé þig upp í Fittsson á morgun, mánudag, þriðjudag og tökum mælingu og byrjum og þú veist að þessi 100 áskall verður minn 100 áskall. Takk. Svona. Ja, herru, þá mánudag, það er þriðjudagur og beðst afsökunar á því að ég upplótaði ekki vídeónu í gær, bara verða að viðurkenna, ég var haugur, ég tók bara svona þvílíkt letikast og já, engin afsökun, þannig að þið megið skamma mig smá. Já, dagurinn í dag er mjög spennandi. Ég er að vinna núna til 5, beint þetta vinnu ferinn í Fittsson og það er ný áskorun að byrja sem heitir mitt besta form 2015 og þetta er 6 vikna áskorun og það kostar 7 skall að taka þátt og eina sem þú þarft að gera er að borga 7 skallinn og nota Herbalife vörur og í velun, þetta hefur oft, þetta er svipað eins og 30 Day Challenge nema, í 30 Day Challenge er velun, fyrir fyrsta, annað og þriðja sæti. Núna er bara fyrsta sæti og í velun er 100.000 krónur. Mér finnst, ég er alveg til í að vinna 100.000 skall og, Óskar, félagi minn í Fittsson, hann sendi mér skilaboð gegnum Facebook, minna að vera Facebook frekar einhver skilaboð, ég maður það ekki, og hann skorar á mig að taka þátt út af því að honum langar ekki að vinna. Hann skoraði á mig seinast í level 10 eitthvað og það var einmitt svona samkvæmt okkur bara eitthvað, hver myndi vinna og eitthvað og ég vann, borgarferð fyrir 2 sem var geðveikt, þetta var ógeðslega gaman, þannig að ef þið takið, ef þið sjáið einhvern eða mig eða einhvern vera að auglýsa, ný level 10 keppni að byrja, takið þið þátt maður, þetta er, ef ég get unnið þetta, eina sem ég breytti við hjá mér var að, ég lagaði mataræðið. Ég æfði, aftur á móti, ég æfi 5 sinnum, æfði, ég er ekkert búinn að æfa síðan ég fór út, ég var að viðurkenna, ég er búinn að bæta pínulítið á mig og það er smá stress að fara á vigtina eftir, en, ef ég get tekið að mér og unnið keppni, by the way, ég hef aldrei unnið neitt, sem er alveg, ég er ekki að setja í alheiminn, fattur og ekkert svoleiðis, en, ef ég get unnið þetta, þá getur þú unnið þetta. Ég var ekki stærsti einstaklingurinn í keppninni, ég var ekki minnsti einstaklingurinn í keppninni. Það geta allir unnið og geta allir tekið þátt, skilurðu, en út af þetta tekið
í fituprósentu, þetta ekki þyngd. Þú veist, þetta ekki kílóa missir, þetta fituprósentu missir. Við gerir þetta miklu skemmtilegra og meira spennandi og miklu meira fólki sem getur tekið þátt. Það er jafn erfitt fyrir mig að missa fituprósentu og fyrir einstakling sem í hærri fituprósentu ég. Skilur við, þetta alveg, þú veist, þið skiljið þetta. Já, þannig að ég verða viðurkenna, ég er pínlítið stressaður að stíga á viktina á eftir og sjá, út að ég veit alveg, ég finn það, mér líður illa, þú veist, í líkamanum. Sko, ég veit alveg að ég er búinn að bæta á mig, ég er búinn að fitna og ég viðurkenna alveg og ég veit alveg að þið sjáu það. Og mér finnst þetta ömurlegt, en aftur á móti, þú veist, það voru jól og ég reyna að réttlæta þetta, sko. En þetta samt ekki rétt, þetta var ákvörðun hjá mér, þú veist, gera ekkert í þessu og passa mig, þú veist. Á jólunum, þú veist, við vorum í skemmtiferðaskipi, og það frýr matur, og það alltaf opið, þú veist, það matur endalaust og það þú veist, þú fékkst endalaust af eftirréttum, þú fékkst endalaust af drykkjum, reynda við borguðum, þú veist, ef þú vildir, sko, gos í dós eða bjór eða, þú veist, eitthvað, þá þurftu að borga það, en allur matur var frýr á einhverjum 2-3 stöðum. Þannig að auðvitað datt maður í sökkið, þú veist, plús það ég var að hugsaði, sko, ok, ömurlegt, ég að vera þrítugur, ég orðið þrítugur, eitthvað, og ég ætla bara að leyfa mér þetta. Þetta var gaman á þeim tíma, en þetta ömurlegt í dag. Fokka, þetta ömurlegt í dag. Þú veist, ég finn það, þú veist, buxur sem voru, þú veist, sem voru og stór á mig, þú veist, vinnubuxurnar mínar, þú veist, þetta var mittið, þú veist, það var bara orðið stórt. Mér fannst það geðveikt, þú veist, leiðilegt, fattarðu, en, þú veist, geðveikt. Núna þetta svona eins og í gamla dag, ég þarf að taka inn magan, og þetta ömurlegt. Þannig að já, Óskar, ég ætla að taka þessari áskorun sem þú varst að skjóta á mig, og ég ætla að rústa þér aftur, og ég ætla að taka hana 100 skall sem ég vinn, og ég ætla að sýna þér hann, og svo ætla ég að kaupa eitthvað fallegt handa mér og konunni minni. Djöfull mig til. Þetta nefnilega svo gaman við Herbalife, sko, þetta ekki bara, þú veist, við seljum þau shake og svo bara tölum við ekkert meira við þig. Við hjálpum þér alveg. Óskar, bara það að hann sendi mér skilaboð svona, þú veist, hann skrifaði ekki á, þetta var á Facebook, hann talaði svona voice note. Bara út að hann gerði þetta, þá langar mig að taka Óskar upp, svona eins og hann sé lítill. Ég ætla að kristna. Nei, þú veist, mjög mikil virðing á Óskar. Óskar mjög öflugur einstaklingur og flottur strákur og djöfull veit hann hvað hann að gera, sko. Burt séð frá því, en ég ætla að vinna þig. Djöfull ætla ég að vinna þig. Allavega, ég ætla ekki að tala meira út af að það svo eiginlega 99% á öllu vídeóum sem ég tek ég í bílnum. Þannig að mér finnst það leiðilegt, þannig ég ætla núna í þessari keppni, í þessari 6 vikur ætla ég bara að sýna ykkur allt sem ég geri. Allt sem ég geri. Þú veist, ég ætla að byrja á morgun, sem sagt, það er 13. dag, 14. janúar. Ég byrja í keppninni þá, þegar ég skráði mig í dag. Ég ætla að byrja á morgun, þá ætla ég ætla að reyna, nei, ég næði ekki. Já. Á morgun ætla ég í Fjarðarkaup, í versluninni Hafnarfirði. Ég ætla að kaupa það sem ég þarf, svona næstu 2-3 vikurnar, kaupa það til að eiga það út af því að það er svo vont að vanta mat út af því að, þú veist, langbest, sérstaklega að þú ert að vinna og ég að vinna þannig vinnu að það rosalega erfitt að skjótast, taka tíma frest að grípa sér eitthvað, sérstaklega að þú hefur ekki tilbúið. Þannig að ég ætla núna að fara í Fjarðarkaup á morgun. Ég ætla að versla allt inn sem ég ætla að kaupa. Ég ætla að sýna ykkur, ég ætla bara að sýna ykkur hverjum einasta degi hvað ég að gera. Fattarðu? Sama og það sem ég ætla bara að gera nákvæmlega sama og ég gerði þegar ég vann level 10. Nú ætla ég bara að sýna ykkur
skilurðu, ég er það, sem sagt, ég er það öruggur að ég veit, ég ætla að vinna þetta. Ég er búinn að ákveða, ég ætla að vinna þennan 100.000 kall. Ég ætla að vinna þessa keppni. Ef þú sem ert að horfa á þetta, ert að taka þátt, djöfull þarft að rífa þig í gang út af því að ég ætla að vinna þetta. Og það væri geðveikt ef ég vinn ekki. Mér þætti það ógeðslega gaman samt að vinna ekki, þó að, þú veist, ömurlegt að missa 100.000 kall, fattarðu? En, aftur á móti, að ef þú sem ert að horfa á þetta segir glætan ég ætla að leyfa þetta annað að vinna þetta maður. Þú veist, hann fekk borgarferð fyrir 2 sem við notum í skemmtiferðasiglingu. Og af hverju á ég að vinna þetta? Er það ekki brósakjönd? Nei, hunskast til að gera eitthvað. Þannig ég skora þig og þú veist, ég þarf ekki að skora Óskar út af hann er að taka þátt. Þú veist, ég ætla að vinna þetta. Ef þú ætlar að stoppa mig þá þarftu að setja upp stríðshatt. Og já, sýndu það bara. En ég veit að það eru rosa margir búin að skrá sig og ég veit að það eru rosalega margir sem ætla að vinna en þolur út 6 vikur. Það er stór spurning. Ég er allavega búinn að svara þér, Óskar minn. Ég ætla að rústa þér, ég sé þér niður í fitt svona eftir og mér hlakka geðveikt til. Þetta verður, ég verð að viðurkenna að ég er eiginlega spenntari fyrir þessari keppni en level 10. Ég verð að viðurkenna einhverju hluta vegna út af því að ég veit að það er verið að fylgjast með mér. Þannig að ég ætla núna að bjóða ykkur það að þið fáið að fylgjast með á hverjum einasta degi. Ég ætla að taka upp vídeoblogg, hvað ég borða, hvenær ég fer á æfingu, hvernig dagurinn er. Ég ætla að sýna ykkur prógrömmin, sérst æfingaprógrömmin, hvernig ég geri þetta. Þið ráðið hvort þið kópið með eða hvort að þið viljið gera þetta ykkar vegu. Ég ætla bara að vera með opin bók. Ef þið hafið spurningar, hendið á mig spurningu, bara minnstamálið. Og já, þetta verður geðveikt, þannig að við bara sjáumst niður í Fittsson. Já, þá erum við komin niður í Fittsson, við erum að fara í mælingu og já, Óskar er ekki kominn, þannig að tjekkum á eitthvað kallinn gerir, spurning hvort hann beila á okkur. Hæ? Það ekki 99? Veit ekki. Ég má geta það. I won't soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you out, flay you alive. Ásaldur, þú ert freaking fóri. Ég bara knúsaði leið. Þetta er Oj. Þetta er bara betra. Herðu, þá er mælingi búinn og Óskar mætti, símið á mér, myndavélinn, upptökuvélinn var batterislaus. Þannig að ég gat ekki tekið, ég ætla að reyna að plata hann í eitthvað smá spjall og eitthvað svona. Láta hann útskýra betur hérna það sem hann sendi mér þarna í byrjun á vídeóinu. Tölurnar voru miklu verri en ég átti vona. Og núna bara byrjaði þessi keppni og hérna þetta er djöfulegt sko, ég veit ekki hvort það var síðan þetta. Þetta er djöfulegt sko. Mánuður, og þetta allt komið aftur í maður. Mér finnst ég bara að vera komin að byrjunni. Allavega, herru, klukkan er 10:30, ég er að fara að vakna klukkan 5 og drífum að klippa þetta, henda þessu á netið og fara að sofa. Sjáumst í fyrramálið. Já, sjáumst annað kvöld. Ok, takk.